Þá er það kafli 2.5 félagsnótum og það er aðferð breytilegra stöðla. Calculus of variation svensku og ég kalla þetta oft Wronski aðferðina af því að Wronski ákveðan kemur við sögu. Og þetta er býsna góð aðferð þegar ágiskunar aðferðin er erfið eða það er erfitt að giska á lausn. Þetta á við deildajöfnur af þessari gerð hér í tvímert pluss p í mert pluss q í jafnt og f. Og eins og áður p, q og f eru samfelld af x. Svona, og þetta byggir alltaf því að finna grunnlausn. Ég ætla að nota þetta hérna táknmál, að geyma þetta sem ómegavígur. Þetta er grunnlausnin í 1 í 2. Og misskrifum ég alla vigra sem dálkvigra, þannig að við getum bylt þessu hér. Eða við getum sett byltinguna hérna. Af hverju? Af því að ef þetta er rétt og við byltum hér og byltum hér, þá fáum við aftur það sem við byrjaðum með. Þannig að þetta er alveg sami hluturinn. En það er hentugt að líta svo á að maður sé með vigra sem dálkvigra. Svo getum við náttúrulega deildað vigurinn. Þegar við að deilda vigra þá setjum við oft punkt fyrir ofan. Þegar deilda vigra fylgir frekar heldur en þetta hér, opposite, frekar en svona, en það skiptir engu máli. Bara hvort tveggja táknmála er til. Þannig að þegar við deildum þennan þá fáum við í 1 mert í 2 mert. Svona. Jafnvægislausnin er línuleg samantekt af hnitaföllunum í grunnlausninni. Það þá sé 1 í 1 pluss fasti 2 sinnum hnitaföll 2. Og þetta má náttúrulega líka skrifa þá sem fylgjamargfeldi, sem sagt grunnlausnavigurinn og fastavigur C inniheldur C1 og C2 sem eru bara óákvarðaðir fastar. Svo er það Wronski fylkið. Þetta er litla omega og litla omega mert. Það er stóra omega bara, svona. Og það skulum segja hérna, það er undirskilið að þetta er fall af ykkur og það er breytu x, en þetta er grunnlausnavigurinn hér. Nú kemur hann sem lína og afleiða hans hérna í næstu línu fyrir neðan. Það er ekki að skrifa þetta út eins og við erum vönið í. Hérna sjáum við allt sem í fylkinu er. Wronski fylkið eða grunnfylkið. Það er í 1, í 2, í 1 mert, í 2 mert. Ákveðan af Wronski fylkinu er Wronski ákveðan, það er svona venja gallana. Stundum er bara svona strikk, nota til þess að tákna ákveður. Og þetta er þá í 1, í 2, í 1 mert, í 2 mert. Og það er þessi kross, það er meginhornalínan, margfeldi þáttana þar, mínus margfeldi stakkan af hinni hornalínunni. Nú voru kölluð oft hin hornalínan, hornalína 1 og hornalína 2 líka. Og þá höfum við í 1 í 2 mert, mínus í 1 mert í 2. Við vitum að því að þetta er grunnlausn að þetta er ekki 0. Ef við setjum núna x á þetta er sérst 1 fall. Og þetta er 1 fall og þetta er 1 fall. Þetta er fyrir öll x á einhverju opnu bili í, þar sem að
öll föllin P, Q og F eru skilgreind, þannig að I í sniðmengi, formengi þessara falla, af því að deildajafnan er á stöðluðu formi, það er ekkert X eða annað hérna fyrir framann, þannig að það er þessi hérna föll P, Q, F sem að ákvarða deildajöfnuna, þar með ákvarða bili lausnin sjálf I getur verið skilgreind. Allt í lagi, bara svona tína saman. Síðan, allt í lagi, við höfum hérna fyrir augunum útlitið á jafnvægislausninni, en eftir langa og stranga leit þá uppgötvuðu menn að sérlausnin, það er að segja fallið, eins og við prófuðum í ágískunaraðferðinni sem að uppfyllir þessa jöfnu, það kemur út F þegar maður stingur þessu inn, í P verður F, þannig að ellið er þessi deildavirki hér. Það stelst stundu til þess að nota þetta, þó þetta sé nú ekki í bókinni, og til þess að spara skriftir. Nú, og þá skulum segja bara frekar uppfyllir. Í staðinn fyrir að giska á lausnina, bara að segja sérlausnina, þá var sem sagt þessi tilgangar reynd að til eru tvö föll, U1 sem er fall af X og U2 sem er líka fall af X. Þessum hérna föllum, U1 og U2, er skipt út fyrir fastana í jafnvægislausninni og beðið að IP verði þá U1 sinnum fyrir að nýta fallið í grunnlausninni pluss hitt fallið U2 sinnum seinna nýta fallið í grunnlausninni. Þannig að þetta má þá skrifa sem fylgja margfeldið í grunnlausnin og hér er fallavegur U, það er að segja U inniheldur föllin U1 og U2. En þetta þýðir að almenna lausnin, kallum hana I eða Phi, sem er alltaf jafnvægislausnin pluss sérlausnin, að hún verður þá C1 I1 pluss C2 I2 pluss, og svo bara endur tökum við nema við setjum U1 og U2 í stað fyrir C1 og C2, U1 I1 pluss U2 I2. Og þá má þá náttúrulega taka saman C1 pluss U1, að þetta hérna verður þá það sem kallaði stuðlafall við I1 og þá náttúrulega eins C2 pluss U2 sem að stendur þá við I2. Þannig að almennt er lausnafallið, ég ætla að skrifa núna Phi-ið, að það er þetta að skrifa það svona, það er grunnlausnin, vegurinn, sinnum þessi vegur hér, U pluss C. Nú viljum við bara vita hvað U er og núna ætlum við að nota bara formúluna og leiðum hana út síðar þegar við verum orðin aðeins þjálfaðri í að breyta línulegum deildajöfn og hérna er þetta annars stigs línuleg, venjuleg deildajöfna og hún er hliðruð. Að breyta svona deildajöfnum og svo er gefin upp að skilyrði Epsilon í x0 er eitthvað tala og við þurfum að vita líka hallan eða hraðan, eitthvað annað tala, að breyta þessu í kerfi. Það er að segja sem inniheldur fylki. Þannig að við viljum skrifa á þessu formi hér. Þetta er lausnafall, við getum hugsað um það sem Phi, og við þurfum líka að afleiða lausnafallsins. Af því að afleiðan af lausnafallinu skiptir máli. Og þess vegna tökum við þetta saman í tvær jöfnur sem við leysum saman og þá eru fylkin einmitt kjörin til þess. Svo ef við deildum þetta fall, þá er ekkert annað að gera heldur en að segja þetta er þá ímerkt og í tvímerkt. Og í tvímerkt vitum við alveg hvað er. Einangra þessa jöfnu, til að segja færa þetta hérna, þessa stærð hér úr jöfnunni og færa þá þetta bara yfir á hægri hlið. En þetta býður og við sjáum þá að við getum búið til deildajöfnu sem að lítur svona út og er þessu formi hérna. A, eitthvað fylki, sinnum I, pluss vegurinn F. Og vegurinn F er 0 hér og fallið sem að gefa hægri hliðinni. Engar ágjör þessu núna.
Og nú gefum við hvað U1 af x er og setjum bara U2 hérna. Og það kemur ákveðin kross í þetta. Við höfum I2 hérna og það er mínus og I1. Við fáum heildun. I2 margfaldast við f, I1 margfaldast við f og það er deilt með Wronski. Og svo heildum við með til x. Og til þess að átta okkur á þessu þá skulum við bara leysa aftur sýnidæmi 2,8. Það var allavega svona. Það hafiði eigingildin 1 og mínus 3. Það er að segja það var í tvímert pluss 2 í mert mínus 3 í jafnt og 8e í veldinu x. Það var svona smá snúður á þessu dæmi vegna þess að þegar við skoðum kennijöfnuna, hún er r í öðru pluss 2r mínus 3 og þetta á að vera 0 og við köllum 0 stöðvar kennijöfnunar oft eigingildi þáttum og fáum hérna r og r. Hér verðum við að hafa 3 og hér mínus 1 og fáum þá að fyrir eigingildið það 0 stöð kennijöfnunar er mínus 3 og seinna eigingildið er 1. Og þá fáum við núna með þessu táknmáli sem eru að kynna til sögunar að grunnlausnin er í 1 í 2 að þetta er e í veldinu mínus 3x og e í veldinu 1x. Ef við keyrum þessi hérna föll, e í veldinu mínus 3x og e í veldinu x inn í þessa deildarjöfnu hér, þess að l í jafnt og 8 sinnum e í veldinu x. Ef við keyrum þetta hér inn, þá fáum við 0. Af því að ef við setjum grunnlausn inn í línulega deildarjöfnu, þá er hann grunnlausn af því að hér kemur út 0 og e-in líka. Og þess vegna giskuðum við á að hér væri, x fyrir framan. Og við fáum síðan aftur betri útskýringa á því okkur það gengur þegar við skoðum lækkun og stigi. En núna þurfum við ekkert að velta hlutunum beint fyrir okkur því að nú höfum við formúlu. Ég get núna deildað grunnlausnina og það er þá I1 mert og I2 mert. Geymt það. Þannig hérna fáum við mínus 3 sinnum e í veldinu mínus 3x og 1 sinnum e í veldinu x eða bara e í veldinu x. Wronski fylkið, svona hafa x-ið með núna, er þá bara að raða þessu inn. Efri línan, neðri línan, e í veldinu mínus 3x, e í veldinu x, mínus 3 sinnum e í veldinu mínus 3x og e í veldinu x. Og svo tökum við ákveðu af Wronski fylkinu. Það er venjulega kallað bara Wronski ákveða grunnlausnarinnar eða Wronski ákveða grunnfylkisins. Og þetta er orðið gamalt kunnugt. Við tökum margveldi hnitafallana á meginháttalínunni og síðan drögum við frá margveldi fallana á hinni háttalínunni. Þetta er e í veldinu mínus 3x sinnum e í veldinu x, nota veldareglur, mínus 3x í pluss 1x. Þetta verða bara e í veldinu mínus 2x. Hérna fáum við mínus mínus, þannig við fáum pluss 3 e í veldinu mínus 2x. Þetta er þá 4 svona öll eins. Sér í lagi, og tökum það fram, er þetta ekki 0, reynda fyrir öll x er því. Eldisísfallið hefur þessa ágættu eiginleika. Og þá getum við bara reiknað stuðlafallin U1 og U2 beint. Hér eigum við að setja I2 og F deilt með Wronski. Hér setjum við I1 F á móti Wronski og heildum með til og breytunar x. Við erum við allar upplýsingar. Við erum með mínus hérna, heildi I2. Þannig hérna, við skrifum þá e í veldinu og f-ið var 8 sinnum e í veldinu x deilt með Wronski og hann er bara beint hérna fyrir ofan okkur. Þannig að við fáum 4 sinnum e í veldinu mínus 2x og svo þurfum við að heilda
skrifa hitt upp líka og hér er fyrra nýtafallið. Þannig að það kemur hér. E í veldinu mínus 3x sinnum f, það var 8 sinnum e í veldinu x deilt með Wronski sem er 4 sinnum e í veldinu mínus 2x dx. Ég ætla að leysa þau bara svona hlið við hlið. U1 af x og einföldum það. Hérna er 8 og hérna er fjarki, það verður 2. Við getum tekið tvistin út fyrir ef við viljum. Þannig við höfum mínus 2 út fyrir heildi. Og hérna við e í veldinu x, e í veldinu x. Þannig við erum komið e í veldinu 2x. Deilt með, þetta verður plús, þetta verður e í veldinu 4x. E í veldinu 4x dx. Og þá fáum við hérna mínus 2. Svo þegar við heildum e í veldinu ax, þá deilum við með a. Hér er a 4. Hér fáum við e í veldinu 4x. Og við megum velja heildunarfastan sem 0, leggja síðan þá bara jafnvægislausnina við, eða velja hann sem C1. Og U2 af x, þá einföldum við þetta hérna. Og það er aftur fjarki upp í 8 sem verða 2 út fyrir heildi. Hérna höfum við e í veldinu mínus 3x sinnum e í veldinu x, það verður e í veldinu mínus 2x deilt með e í veldinu mínus 2x, þannig að það styttist allt út, verður 1. Þannig að við fáum hérna 1 dx. Og nú heildum við og fáum þá 2x pluss fasti númer 2. 1 og 1. En þá er þetta komið. Við getum hreinlega sagt að almenna lausnin, ég ætla fyrst að skrifa upsilon, kannski þarf ég að taka til. Upsilon til að af x eða í af x er þá, nú kemur þetta hérna allt saman í staðinn fyrir döðulinn C1 ef við hefðum bara verið með jafnvægislausn. Þannig að hér fáum við mínus hálfan sinnum e í veldinu 4x pluss C1. Og það margfaldast við hnitafall 1. Það var e í veldinu mínus 3x. Og í staði fyrir að skrifa C2 sinnum E2, þá kemur núna þetta hérna, stöðlafall. 2x pluss C2 sinnum seinna hnitafallið, sem var bara x. Í sjálfu sér er lausnin komin. En við viljum nú sjá að þetta sé sama svarið og við fengum með ágiskunaraðferðinni. Þannig að við skulum margfalda hér bara inn í sviga. Fáum þá C1 sinnum e í veldinu mínus 3x. Og svo þennan. Þá fáum við mínus hálfur sinnum e í veldinu x. Sama hér. Pluss C2 sinnum e í veldinu x. Og svo pluss þessi hérna 2x sinnum e í veldinu x. Hérna nefnilega sjáum við að við erum með óákvarðaða fasta og hér erum við með mínus hálfan. Við getum tekið e í veldinu x út fyrir og skrifað hitt upp. Við hefum þá C1 sinnum e í veldinu mínus 3x pluss C2 mínus hálfur sinnum e í veldinu x og svo pluss 2x sinnum e í veldinu x. Og ef við rifjum upp hvernig hitt leit út, þá var bara fastinn C2 hér. En að því að C2 er óákvarðaða fasti, þá er C2 mínus hálfur líka óákvarðaða fasti. Við vitum ekkert meira um C2 þó að það sé tekin hálfur á honum. Svoleiðis að við getum bara gefið svarið svona. Þetta er C1 sinnum e í veldinu mínus 3x pluss C2, kannski með smá stjörnu eða eitthvað. Hér, sinnum e í veldinu x pluss 2x sinnum e í veldinu x. Og þetta er alveg saman svarið og við fengum með ágiskunaraðferð. Og nú ætlum ég að kalla þetta phi af x því að þetta svarið er komið. Og formingi d eða dom af phi eru allar rendur. Svona. Þá er þetta komið. Og nú er orðið mjög þægilegt að
forrita lausnina, láta MATLAB heilda, stilla lausninni upp og reikna.